Takk Gísli. Eftir að Gunnar Birgisson bæjarstjóri Fjallabyggðar fékk bréf þar sem kvartað var yfir hávaða í útvarpstæki Sundlaugarinnar á Siglufirði var aðgengi að umræddu útvarpstæki takmarkað. Fréttin vakti mikla athygli enda alls ekki allir sem vissu að Gunnar Birgisson ennþá til. Hættu þessu. 32 voru með allar tölurnar réttar þegar laun voru borguð út 1. desember. Ég skal gefa ykkur vísbendingu. Þetta voru ekki kennarar, nei. Nýir þingmenn fengu tvöföld laun greidd út fyrir nóvember og desember, samtals 2,2 milljónir króna á mann fyrir að mæta á nokkra fundi og hlusta á formenn flokkanna lýsa stjórnarmyndunarviðræðum sem eru búin að vera vandræðalegri en þetta slúður hér úr nýjasta tölublaði séð og heyrt. Já, þau voru semst að deyta og hverjum ekki drullu sama. Ég ekki að segja að þingmenn hafi lítið að gera en þeir ræða remólaði á Twitter. Ég ekki að segja að þingmenn hafi lítið að gera en Brynjar Níelsson ekki búinn að dissa Pírata á Facebook í meira en viku. Og ég ekki að segja að þingmenn hafi lítið að gera en allt í einu enginn eins og Frank Underwood og allir eins og Lýður Oddsson. Og þó ég sé hættur að vinna þá vakna ég alltaf á hverjum morgni klukkan 7 og svo bara á ég svona smá stund með sjálfum mér og svona svo yfirleitt fer ég beint aftur að sofa. Það bara svo gott að sofna aðeins aftur og sofa til hádegis. En að máli vikunar. Við söltuðum matinn okkar með iðnaðarsalti sem við myndum ekki svona henda á stéttirnar okkar, borðuðum kjötlausar kjötbókur, tróðum í okkur spínati sem var svo ekki spínat, þetta eru spínatkál. Og nú búið að taka á okkur vistvænu eggin. Rannsókn Kastljós hefur leitt í ljós að brúnegg hafa árum saman fengið margvíslegar athugasemdir meðal annars við aðbúnað fugla og vanheyrðu, meindýra og smitvarnir. Það sem búið að gerast eftir afhjúpun Kastljós að allir eru hættir að kaupa egg af brúneggjum. Reiði almennings svo mikil að fólk kom saman fyrir utan höfuðstöðvar Matís og kastaði brúneggjum í húsið. Það hefði verið í lagi ef Matís hefði eitthvað með málið að gera en það var á borði Matvælastofnunar. Þetta var svolítið eins og að mótmæla ríkisstjórninni með því að kasta eggjum í stjórnina. En brot brúneggja eru býsna alvarleg. Svo alvarlega þegar fréttamaðurinn Tryggvi Aðalbjörnsson bar umkvörtunarefni dýralækna undir Kristin Gylfa Jónsson, einn eiganda brúneggja, það var hann svona eiginlega sammála. Sko það má vera, það má vel vera, en það má vera, það kann vel að vera. Það getur vel verið að það sé, já það má vel vera að svo hafi verið. Einmitt. En eftir Kastljósþáttinn grófu fjölmiðlar upp ótrúleg ummæli Kristins í Bændablaðinu þar sem hann lýsir degi í lífi hænu á búi brúneggja. Hann sleppir alveg að tala þrengslin, kólerursmitin, mýsnar og lirfurnar en lýsir í staðinn sannkölluðu lúxuslífi. Þegar þær vakna á morgnana, fá það sér að borða og fara að huga að varpi. Í staðinn fyrir að lesa textan upp vil ég sýna ykkur nákvæmlega hvernig Kristinn lýsir degi í lífi hænu á búinu. Athugið að ekkert hefur verið átt við textan, hann sagði þetta í alvöru og engar hænur meiddust við gerð myndbandsins. Þegar þær vakna á morgnana, fá það sér að borða og fara svo að huga að varpi. Þær verpa mest fyrri part dags. Síðan, eftir hádegi, þegar þær eru farnar úr hreiðri, blandað geði við aðrar hænur. Sinna þörfum sínum og svo fara þær í svokallað rykbað. Þá þyrla það ryki og undirburðinum yfir sig og hrista sig síðan vel. Þetta mikilvægur hluti af þeirra lífsháttum. Þær eru mikið á ferðinni og njóta þess að fara húsið.